Ég fór út í febrúar, cirka mánuði eftir að jarðskjálftinn var. Það var náttúrulega þurft að keyra þarna í gegnum borgina til þess að komast til Carrefour, sem er þetta fátækrahverfi sem spítalinn var á, þessi þýski spítali sem ég var að vinna á. Og það var bara eyðilegging sem að maður getur ekki einu sinni ímyndað sér. Bara langt út fyrir ímyndunaraflið og það sem maður hafði séð í fréttum og þetta var bara, það var einhvern veginn allt ónýtt og fólk út á götunum þannig að það var svolítið sjokkerandi en það var góð tilfinning að koma inn á spítalann, hann var inn á svona fótboltavelli og það var mjög góð tilfinning svona upp á hvað þetta var í rauninni flottur spítali og maður sá það strax svona faglega og góð hluti sem voru að gerast þar. Löng röð af fólki fyrir utan, bæði að sækja um vinnu og að sækjast eftir innlögn. Þannig að maður svona fékk svona tilfinningu og langaði bara að bretta upp ermarnar og byrja strax þannig að en einhvern veginn þetta var allt miklu stærra og miklu meira heldur en ég hafði búist við en það sem kom á móti var þessi gríðarlega góði svona andi í fólkinu, í Haítibúum sem að einhvern veginn kom á móti sem að ég hefði ekki búist við. Ég var að vinna á kvennadeild fyrir konur og börn og þar var bara ríkti hlátur og gleði og mikil von og trú á betra líf og mikil trú á Guð líka sem að virtist vera að hjálpa fólki. Þannig að það einhvern veginn kom svona á móti og svo var maður mestmegnis lokaður hérna inni á þessum spítala. Þannig að það var það umhverfi sem maður var mest í á spítalanum. Það sem að svona, já, ég hafði ekki búist við því að það, fólk héldi svona sterkt í gleðina og gleði og söngur og það gaf mikið af sér þetta fólk sem átti ekki neitt þess að gefa. Þannig að það hjálpaði upp á þessa tilfinningu hvað þetta væri allt í rauninni þegar maður keyrir þarna og sér þetta og það fær maður þessa tilfinningu að þetta sé alveg vonlaust. En síðan hitti maður heimamenn og þeir eru alls ekki vonlausir þannig að það var góð tilfinning. Þannig að við vorum með þessa deild og svona það sem manni finnst kannski maður hafa mest skilið eftir þarna var sú kennsla sem fór fram. Innfædda starfsfólki, innfæddu hjúkrurnar, það sem við vorum að kenna þeim og það þurfti alveg að byrja frá grunni bara frá því að taka blóðþrýsting og hita og síðan upp í flóknar sáraskiptingar. Maður sá að kennslan og það sem hafi verið gert þarna þennan síðastliðna mánuði eða 2 mánuði var að skila sér til starfsfólksins og þær voru að öðlast miklu meiri færni og öryggi, farin að treysta betur á sitt eigið innsæi og það var góð tilfinning að skilja eftir aðeins betur hjúkrunarfræðinga til að takast á við öll þessi vandamál sem eru þarna og líka bara svona persónuleg gjöf til þessara ákveðna einstaklinga. En það var svona sló mann tilbaka þegar maður var keyrður aftur upp á flugvöll og það hefði ekkert breyst út á götunum. Það var mín tilfinning, mér fannst allt vera eins og fyrir þessum mánuði. En þá allt í mikið ruslahrúgum og þessar rústir og fólki bjó ennþá hérna á umferðareyjunum og ég held að búið þar ennþá með hvað maður hefur heyrt. Þannig að það fannst mér ganga hægt og ennþá gríðarlega mikið verk sem þarf að gera þarna. Það var eiginlega erfiðasti parturinn við missjónið, það var að fara. Þannig að já, algjörlega, maður bara svona og lengi vel, jafnvel marga vikur eftir fannst mér svona eins og hjartað væri bara ennþá á Haítí og það mun alltaf einhvern veginn slá með Haítí og mig langar að fara aftur, þannig að algjörlega fyrir utan að hvað maður lærði mikið og þetta fólk voru bara svo góða fyrirmyndir, gott veganesti. Maður svona, alveg, já, er kreppa á Íslandi? Bara, nei, alls ekki.
auðvitað var maður þakklátari fyrir það líf sem maður á og hvar maður fæddist og það alls ekkert sjálfgefið.